Forseti, vegna þess að hér rætt fyrirspurnir til ráðherra þá held ég að það stæði þeim næst sem hér koma upp og kvarta undan að fyrirspurnum sé ekki svarað að skoða tölulegar staðreyndir í því efni. Ég geri ekki ráð fyrir því að margir sem gegnt hafa ráðherraembætti hafi svarað jafn mörgum fyrirspurnum og sá sem hér stendur. Reyndar er það svo að stjórnarandstaðan hefur sett sérstakt met í því að leggja fyrir ráðherrana fyrirspurnir og þeim hefur verið svarað af óður áþekktum mæli. Það liggja ekki fyrir jafn mörg svör eftir fyrri ríkisstjórn eins og eftir þessa ríkisstjórn. Það er bara ekki dæmi um annað. Og sá sem hér stendur hefur gert allt sem í hans valdi stendur til þess að bregðast við öllum fyrirspurnum sem til hans hefur verið beint. Þar með talið hef ég skilað skriflegu svari. Ég hef hér átt orðastað við hv. þingmann Kristján Möller og sagt gott og vel, hv. þingmaður, ekki að fullu sáttur við svarið. Við getum farið nánar yfir þessi mál í munnlegum fyrirspurnatíma. Og það er bara sjálfsagt mál að koma því á dagskrá sem fyrst. En þetta gerist ekki allt í einu. Það sem af því að mönnum er tíðrætt hérna eftir hverju fólki í landinu kallar. Ég held að fólki í landinu kalli eftir einhverri annarri umræðu heldur en þessari þvælu sem gengur hérna yfir þingsalinn. Virðulegi forseti, mér finnst ég verða að nýta tækifærið hérna og kvarta undan því að hafa beðið í hálft ár núna eftir svari við frekar einfaldri fyrirspurn og sjálfsagðri til hæstv. Innanríkisráðuneytis. En sömuleiðis þá tók ég í kjölfar stuttra ræðu sem að hæstv. Fjármálaráðherra hélt í gær sem sé dugnað þessarar ríkisstjórnar við að svara og þar fullyrt bann samkvæmt mínum skilningi að þessi ríkisstjórn hefði svarað fleiri fyrirspurnum heldur en sú síðasta. Ég tók saman tölur og tók saman skjöl sem eru merkt með tegundinni svar frá seinasta kjörtímabili og til 18. apríl 2012. Á þeim degi þá voru þær 778, það eru 778 skjöl sem voru merkt svar á þeim tíma, 8. apríl 2012, en voru í gær og eru í dag 769. Þannig að svarfjöldinn er sambærilegur en aðeins minni núna heldur en var á sama tíma á seinasta kjörtímabili. Mig langaði að halda þessu til haga fyrst að menn voru að nefna staðreyndir í þessu samhengi.